Áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4. Þær eru komnar til mín hérna Birna og Kristbjörg, velkomnar. Takk. Þið eru báðar í verkmenntaskólanum á Akureyri og voruð að gera áhugavert forvarnarverkefni. Já. Viljið aðeins segja mér meira frá því? Já, búin fyrir. Við sem sagt þurftum að gera forvarnarverkefni og völdum fíkniefni. Já. Og við vildum gera svona, vildum ekki bara finna upplýsingar á Google, þannig að við fórum og sóttum 4 fundi og fengum viðtal við fyrir fíkniefnanotendur. Já, þið fóruð á AA-fundir hreinlega? Já. Settuð ykkur í samband og var ekkert mál að fá að fara inn á þá? Nei, við fórum bara inn á svona opin fund sem bara opin fyrir alla. Já. Þannig að þá bara lætur við vita að þú sért, að hlusta. Já. Sért ekki í AA. Nei. Og var þetta bara strax, var þetta ekkert svona, voruð þið ekkert efins með þetta? Var þetta bara auðveld ákvörðun? Völdum að deila bara strax. Já. Bara, já. Bara höfðum svo mikið áhuga fyrir þessu. Já. Vildum sjá svona hvernig þetta er í alvörunni. Já. Og af þessum AA-fundum þá var bara fólk með allskyns fíkn, er það ekki? Bæði frá fíkniefnum í alkohólista og... Já, allt mögulegt. Já. Og þarna fengu þið að vera svona eins og flugur á vegg en heldur samt áfram, þetta var ekki allt og sumt, heldur tóku líka viðtöl? Já. Við fengum að hafa samband við nokkra sem vildu vera í viðtali við okkur og heyra bara svona þeirra sögu. Já. Þeir sögðu alls konar sem okkur fannst áhugavert og vissum ekki til dæmis. Og þið tókuðu þetta upp, breyttu röddum og svona hafðuð enga mynd. Já. Og hvað gerði þið svo við þennan afrakstur? Þetta er alveg langt vídeó, 2 tímar. Hvað gerði þið við þetta svo? Við bara skiliðum þetta til kennarans, sko. Já. Sem að var kannski hissa á hvað þið hefði gengið langt með þetta eða hvað? Já, hún var mjög ánægð með það, sko. Já. Hvað svona situr eftir hjá ykkur? Hvað finnst ykkur að hafa lært á þessu? Mér finnst svona helst hvað er mikið þetta. Já. Þú veist, og fólk áttar sig ekkert á því hvað þetta er svona út allt og bara mikið í kringum okkur. Já. Og þetta er alveg svona mjög harður heimur. Þú veist, við heyrðum alveg, sögur frá fólki sem er bara á, sama aldri og við, sem var að segja bara hvernig það er að vera í fíkniefnum og svoleiðis. Já, og hvernig var það? Hver er þeirra veruleiki? Getið þið aðeins svona sagt frá því? Hvað eru að díla við? Eru þau á götunni? Eru þau í daglegri neyslu? Mjög margir í daglegri neyslu og mjög margir sem enda á götunni eða bara foreldrar henda þeim út og þú veist, þá gista þau bara þar sem þau fá gistingu. Já. Flakka bara á milli. Já. Og þessi sem eru komin á AA-fund, þau eru þá kannski samt að reyna að hætta og reyna að losna úr þessu, vítahring. Þú veist, það eru margir sem eru kannski bara búin að vera edrú í 30 ár eða eitthvað. Já. Sækja ennþá fundi. Já. Það er mjög algengt að ef þú hættir að sækja fundi þá dettur þú aftur í það. En þetta unga fólk sem er kannski samt byrjað að sækja fundi og er bara kannski búið að vera edrú í einhverja mánuði? Það er bara... Hittuð þið einhverja svoleiðis? Já. Við hittum allavega einn sem var búinn að vera edrú bara í, held ég, 2 vikur eða eitthvað svoleiðis. Þannig að... Og hvernig fannst ykkur sú manneskja vera stödd? Haldið að ef hún heldur áfram að mæta á þessa fundi þá takist henni þetta? Já. Hún var einbeitt í þessu manneskja? Já. Og er þá bara hægt að fara aftur á stað í lífinu og beint í skóla eða hvar eru þau stödd þessi krakkar sem eru kannski búin að vera að dópa? Það fer bara mjög mikið eftir manneskunni sjálfur, sko. En þessi tiltekna? Já. Ég vil eiginlega ekki segja hvað hún er, sko, þetta er náttúrulega allt nafnlaust hjá okkur. Hún hefur ekkert sagt það í viðtalinu. Nei. Einmitt. En þetta er áhugavert, var ekkert flókið einhvern veginn að, þú veist, gerðu þið líka allar tæknina með þessar raddbreytingar? Já. Birna sá það. Eitthvað forrið bara sem að... Já, bara... Fiktaði áfram? Fikta mig áfram. Já. Og svolítið áhrifarík þessi mynd sem var hann. Var það eitthvað sem þið bygguð til? Nei, fundum hann bara á Google. Já. Það var eina sem kom á Google, það var myndin. Staðan fyrir andlitin. Já. Og eru þið eitthvað svona, að stúdera þetta eitthvað meira? Hefur þetta kveikt einhvern veginn í ykkur? Langar ykkur að... Já. Ég er að spá í að fjalla þetta í lokaritgerðinni minni. Já. Bara, mér finnst það mjög áhugavert, sko. Á félagsfræðibrautinni? Já. Bara að við megum skrifa um hvað sem er. Og ertu þá eitthvað sem að leggjast í einhverja meiri rannsóknarvinnu eða bara byggja á þessu? Allavega byggja á þessu og bæta örugglega einhverju inn í, sko. En fyrir þig, ert þú eitthvað sem að... Ég mun örugglega gera þetta í einhverju öðru verkefni og finna eitthvað lokaverkefni sem ég get notað þetta í. Já.
Við náttúrulega eittum rosalegum tíma í þetta, Já, fór aðeins meiri tíma en kannski var hugsaðar í svona. Já. Já. Ég ætlaðum að gefa sér svona viku en það endaði í svona 4 vikum. Já. Við tókum bara allan tíman sem við höfum fyrir verkefni að gera þetta. Þið hefur bara fundið þessa ástríði fyrir þessu, gera þetta almennilega. Já. Og hafið þið svo eitthvað hugsað ykkur að nýta þetta eitthvað áfram? Þú veist, nú er þetta forvarna verkefni, ætlið þið eitthvað að fara í meiri fræðslu eða ætlið þið eitthvað að breiða út eitthvað fagnaðar erindi eða? Það væri alveg, þú veist, gaman að gera það. Já. Og eins og kennarinn okkar finnst svona að við ættum að sýna þetta á einhverju svona forvarnavíku í skólanum eða eitthvað svoleiðis. Já. Sem væri mjög gaman. Svona fyrir þennan aldurshóp sem er svona að byrja að fikta og eitthvað svoleiðis. Það er mjög gott að fá svona forvarnir. Hvað tókuðu mörg viðtöl í þessum? 6 held ég. 7. Voru það 6-7 viðmælendur þarna sem að þið tókuðu upp? Já. Og hvað var svona kannski eftirminnilegast eða mest sláandi eða eitthvað svona sem að stendur upp úr eða var þetta bara? Bara svona söguna sem fólk gerir fyrir fíkniefni. Já. Það gengur langt. Hvað er tilbúið að ganga langt. Já. Þau bara, ganga alla leið sko þegar kemur að því að fá næsta skammt. Já. Það var alveg svolítið sláandi að sjá það sko. Getið þið vitnað í það sem kom fram í þættinum þá? Það er, þú veist, fólk sem bara selur annað fólk, selur sjálfan sig, bara fyrir næsta skammt til dæmis. Vá, hérna á Akureyri. Já. Þetta er bara veruleikinn. Já. En vitið þið eitthvað hvað þetta er stór hópur? Er það einhver leið átt að segja því? Gáttu þau eitthvað sagt ykkur það? Það er alveg mjög stór hópur. Ég held að þetta sé stærra en fólk býst við, sko. Já. En svona, maður sér þetta ekkert endilega utan á fólki? Nei, alls ekki, sko. Nei. Þú veist, eins og þegar við fórum á fundina, þú veist, þetta er bara allt mjög venjulegt fólk, sko. Já. Þannig að, Krakkar eins og þið? já. Og bara fullorðið fólk líka. Bara sem myndir ekkert sjá þetta á götu og hugsa eitthvað svona, sko. Nei. Kannski að því að þau voru komin frá þessu, kannski hafa verið eitthvað þreyttari svona þegar þetta allt var að gerast. En þetta er mjög áhugavert og bara takk fyrir að vera svona hugrakkar og gera þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir.